nafni Guðs Föður og Sonar og heilags anda. Amen. Guðspjall föstudagsins langa, eins og það skráð hjá Jóhannesi, hljóðar þannig. Þá seldi Pílatus þeim Jesú í hendur og bauð að láta krossfesta hann. Hermennirnir tóku þá við Jesú. Hann bar krossinn og fór til staðar sem nefnist hauskúpa á hebresku Golgata. Þar krossfestu þeir hann og með honum 2 aðra, hvor til sinnar handar, Jesú í miðið. Pílatus hafði látið gera yfirskrift og setja á krossinn. Þar stóð skrifað: Jesús frá Nasaret, konungur gyðinga. Margir gyðingar lásu þessa áletrun því staðurinn þar sem Jesús var krossfestur var nærri borginni og þetta var ritað á hebresku, latínu og grísku. Þá sögðu æðstu prestar gyðinga við Pílatus: skrifaðu ekki konungur gyðinga, heldur að hann hafi sagt: ég konungur gyðinga. Pílatus svaraði: það sem ég hef skrifað, það hef ég skrifað. Þegar hermennirnir höfðu krossfest Jesú, tóku þeir klæði hans og skipti í 4 hluti og fékk hver sinn hlut. Þeir tóku á kyrtilinn, en hann var saumlaus, ofinn í eitt, ofan frá og niður úr. Þeir sögðu því hver við annan: rífum hann ekki sundur, köstum heldur hlutum hver skuli fá hann. Svo rættist ritningin, þeir skiptu með sér klæðum mínum og köstuðu hlut kyrtil minn. Þetta gerðu hermennirnir. En hjá krossi Jesú stóð móðir hans og móðursystir, María kona Klópa og María Magdalena. Þegar Jesús sá móður sína standa þar og lærisveininn sem hann elskaði, segir hann við móður sína: kona, nú hann sonur þinn. Síðan sagði hann við lærisveininn: nú hún móðir þín. Og frá þeirri stundu tók lærisveininn hana heim til sín. Jesús vissi að allt var þegar fullkomnað. Þá sagði hann til þess að ritningin rættist: mig þyrstir. Þar stóð ker fullt af ediki. Hermennirnir vættu njarðarvött í ediki, settu hann á ísópslegg og báru að munni honum. Þegar Jesús hafði fengið edikið, sagði hann: það fullkomnað. Þá hneigði hann höfuðið og gaf upp andann. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Náð sé yður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Amen. Í helgihaldi dymbilviku, sem einnig nefnd kyrravika eða bænadagar, fylgjum við Jesú Kristi og hugleiðum þá atburði þá gerðust. Á skírdagskvöldi minnist kristin kirkja síðustu kvöldmáltíðar Jesú og lærisveina hans. Þá var til annað af 2 sakramentum lútersku kirkjunnar sem byggir á kvöldmáltíðinni, en það altarisgangan. Hitt sakrament í kirkjunnar skírnin, bæði helgar athafnir sem Jesús stofnaði og mælti svo fyrir að fylgjendur hans skyldu halda í heiðri. Allir guðspjallamennirnir 4 greina frá atburðum skírdagskvölds, en eins og svo oft áður, þá gerir Jóhannes það með nokkrum öðrum hætti en hinir. Hann hefur frásögn sína með þessum orðum: hátíð páskana var að ganga í garð. Jesús vissi að stund hans var komin og að hann færi burt úr þessum heimi til föðurins. Hann hafði elskað sína þá sem í heiminum voru. Hann elskaði þá uns yfir lauk. Á skírdagskvöld tók Jesús frá stund fyrir sig og lærisveina sína. Þessi stund var honum mikilvæg. Hann vissi að hverju stefndi og hann vildi kveðja vini sína
og það var margt sem hann þurfti að segja þeim, orð sem einnig skyldu berast komandi kynslóðum. Yfir kvöldmáltíðinni hvíldi skuggi hins komandi dags. Þjáningin var skammt undan og enginn vissi það betur en Jesús sjálfur. Og þjáningin víða í heiminum í dag og sorgin. Á þessum degi hugur okkar hjá þeim sem líða og syrgja og kvíða. Við biðjum fyrir þeim sem starfa við heilsugæslu og umönnun sjúkra, heim allan, og við biðjum góðan Guð að líkna og lækna. Þökkum jafnframt fyrir vonina sem páskarnir gefa. Því að þrátt fyrir alvarlegan boðskap dymbilviku og föstudagsins langa, þá horfum við fram til birtu páskamorguns, því að við vitum að lífið sigrar dauðann. Í einu af þeim fermingarkverum sem notuð hafa verið í norsku kirkjunni guðspjallamaðurinn Jóhannes látinn lýsa atburðum þeim sem hann segir frá í guðspjalli sínu með öðrum orðum en þar að finna, og föstudaginn langa segir hann svo frá. Aldrei get ég gleymt því sem gerðist þennan föstudag. Við vorum hræddir. Ég sá hvernig hann var píndur og síðan hengdur á krossinn milli tveggja ógæfu manna. Ég man best eftir augum hans, hvernig hann horfði á okkur alla, þegar hann horfði á mig, nísti sorgin hjarta mitt. En leið var mikil mildi í augum hans, sérstaklega hann sagði við mig að þennan dag eignaðist ég nýja móður sem ég ætti að gæta æ síðan. Þegar ég lít tilbaka til þessa hryllilega dags, þá minnir hann jafnframt á sigur og djörfung. Ég sé Jesú fyrir mér hann lítur höfði og hvíslar með síðustu kröftunum að allt sé fullkomnað. Síðan gaf hann upp andan. Og það var fyrst löngu síðar sem ég fór að skilja það sem gerðist. Og enn hef ég ekki skilið það til fulls. En þegar hann gekk þarna á krossinum, barðist hann gegn óvini sem hann einn gat sigrað. Hann barðist gegn myrkrinu fyrir ljósið. Hann barðist við dauðan fyrir lífið. Hann barðist við hið illa fyrir allt sem gott. Hvers vegna get ég ekki gleymt því sem gerðist þennan föstudag? Það vegna þess að hann gekk inn í myrkur dauðans og vísaði mér veginn til Guðs. Hvernig getur hann það, spyr þú? Það veit ég ekki. En ég veit að hann bar syndir mínar og allt hið illa á herðum sér, eins og hann bar sinn eigin kross. Þannig segir Jóhannes frá, reyndar með öðrum orðum en í Guðspjallinu, en boðskapurinn hinn sami. Kristur bróðir í þjáningunni. Hann sem sagði, sjá ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Það boðskapur páskahátíðarinnar. Í kverinu sem ég vitnaði til áðan segir einnig Jóhannes lærisvein og guðspjallamann eftirfarandi. Það kom ung stúlka til Jóhannesar. Hún hafði lesið guðspjallið hans og vildi nú vita hvað honum þætti það mikilvægast og besta sem þar stæði skrifað. Jóhannes þurfti ekki að hugsa sig lengi og sagði, það besta í guðspjallinu mínu ekki það sem ég hef skrifað,
heldur það sem Herran hefur sagt. En hvað er það best af öllu sem hann hefur sagt, spurði þá stúlkan. Nú þurfti postulinn að hugsa lengi. Fyrst hugsaði hann það sem Jesús hafði sagt, bænirnar sem hann hafði beðið og orðin sem hann hafði farið með á krossinum. En svo fór postulinn að hugsa sitt eigið líf, alla þá daga sem hann hafði fundið fyrir hræðslu og hungri og söknuði eftir að hann hafði valið að fylgja í fótspor meistarans. Ég skal segja þér hvað það er besta sem meistarinn hefur sagt, sagði Jóhannes gamlum síðir við stúlkuna. En bara ef þú lofar því að þau orð megi fylgja þér allt þitt líf, gegnum sætt og súrt, þar til þú mætir honum augliti til auglitis á himnum. Því skal ég lofa, sagði stúlkan spennt. Og lærisveinninn Jóhannes opnaði guðspjallið sitt og las lokin af 16. kaflanum, orð Jesú: Í heiminum hafið þér þrenging, en verið hughraust. Ég hef sigrað heiminn. Drottinn Jesús líf og ljós, oss þín blessuð elska veitir, öllu stríði loks þú breytir, sæluríkt í sigur hrós. Mæð og neyð þín miskunn sefi, með og stríði kraftur þinn, sigur þinn og sigur gefi, sigur hetjan, Jesús minn. Amen. Biðjum saman bænina sem Drottinn kenndi. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Með himneskri blessun blessi oss almáttugur Guð, Faðir, Sonur og heilagur andi. Amen.